forseti getur talað og talað til og verið vissum að fatlaðir fái að hafa áhrif á ákvarðanir sem að vera að taka í samfélaginu. Sæl. Sæl, Ada. Halla. Gaman að hitta þig. Þig. Ég heiti Gísli Björnsson og mér langar að spyrja þig nokkra spurninga. Takk fyrir. Gaman að hitta þig, Gísli Björnsson. Ok, og fyrsta spurningin hvers vegna býður þú þig fram til forseta Íslands? Já, hvers vegna býð ég mig fram til forseta Íslands? Ég býð mig fram vegna sem mér þykir vænt þetta land og þessa þjóð sem býr hér. Og ég vil hjálpa til við að búa til samfélag þar sem öllum líður vel. Og þar sem við hugsum náttúrun okkar og hugsum hvernig samfélag býður næstu kynslóða. Við skipta máli að við sem erum núna að taka ákvarðanir, tökum ákvarðanir sem eru góðar fyrir börnin okkar og barnabörnin okkar. Einmitt. Það nú fallega að hugsa. Herði, og það ekki að venda okkur í næsta spurningu? Já, náttúrulega þetta. Ok, það hvers vegna Ada að kjósa þig? Hvers vegna ætti fólk að kjósa þig? Mér finnst erfið spurning að svara hvers vegna fólk ætti að kjósa mig. Mér finnst auðveldar að segja að ég held að ég geti gert þetta vel vegna þess að ég hef góða menntun, góða reynslu og einlægan vilja til að vera forseti sem að hugsa alla í samfélagi. Vill leyfa öllum að fá jöfn tækifæri til þess að móta þetta samfélag og til að líða vel í þessu samfélagi. Og ég held að við þurfum forseta sem að langar að búa til samfélag þar sem öllum líður vel. Gætir þú lifað á örorkubótum? Örugglega ekki. Ég veit að þær eru lágar. Mamma mín þroskaþjálfi. Hún var í fyrsta árgangnum sem útskrifaðist sem þroskaþjálfi á Íslandi og vann alla sína ævi á það sem að þá hét Kópavogshæli, seinna Landspítalinn í Kópavogi og síðasta starfið hennar þar var að sjá fjármál fyrir íbúan á Kópavogshæli og ég veit að það eru of litlir aurar til að lifa góðu lífi. Þannig að ég ætla bara að vera hreinskilin og segja örugglega ekki. Myndir þú ráða fatlaðan einstakling í starf á Bessastaði? Já, það myndi ég sannarlega gera og ég held að það sé mikilvægt. Ég veit ekki alveg hvað eru mörg störf á Bessastöðum eða hvort að það sé verið að leita í einhver störf, en mér hefur alltaf fundist mikilvægt að ráða fatlaða til starfa, að fatlaðir fái að hafa tilgang og hafa störf. Og mamma til dæmis vann líka áður á vinnustofunum á Kópavogshæli vegna þess að hún skildi og var baráttukona fyrir að fólk fengi tækifæri til að vinna. Það skiptir máli að fara í vinnu og hafa tilgang og ég hef verið talsmannskja þess allstaðar í mínum störfum að við höfum opin störf fyrir fatlaða þannig að allir fái að vinna. Það skiptir mig máli að vinna og ég veit að það skiptir alla máli að fá að vinna. Það er ekki sleið. Svo þú með vinnu í HÍ. Ertu að vinna í Háskóla Íslands? Finnst þér ekki rosa gott að vinna í vinnu? Það er gaman að hafa tilgang og mæti í vinnu og ég veit að það skiptir fatlaða miklu máli að hafa það. Já, ertu ekki saman að það ekki? Já. Viltu segja mér hvað þú gerir í Háskóla Íslands? Já, hvað gerir í Háskóla Íslands? Þú vinnur á menntavísindasviði. Já. Og þú ert aðstofamaður. Fer með póstinn og ferð með alls konar erindi, svona búðarferði fyrir viðburði. Flott. Já, ert svona líka mikill mórall maður, þú svona gleðigjafi. Já. Ég sé það. Já, það ekki. Já, það er lítið af því. Gleðigjafi er gott og fallegt orð. Takk fyrir það. Herru, það var ein létt spurning. Lepoti. Hvað mamma matoi.
Uppáhaldsmaturinn minn. Maðurinn minn kokkur og allt sem hann eldar gott, en mér finnst steiktur fiskur með lauk í smjöri og remúlaði rosalega góður. Þegar mamma gerir hann eða Bjössi, maðurinn minn. Steiktur fiskur. Finnst þér steiktur fiskur góður? Já. Einfaldur íslenskur matur. Já. Besti maturinn, heimilismatur. Einmitt. Hvernig ætlar þú að berjast fyrir bættum kjörum og hagsmunum fata á Íslandi. Það mikilvæg spurning. Ég held að eitt af besta sem að forseti getur gert að ávarpa og setja mál á dagskrá og ávarpa mál í samfélaginu. Og forseti getur talað og talað til og verið vissum að fatlaðir fái að hafa áhrif á ákvarðanir sem að verið að taka í samfélaginu. Og ég trúi á að sýna hluti með góðu fordæmi og ég hef unnið við það alþjóðlega að fá fyrirtæki til þess að velja ákveðin fjölda starfa hjá sér þar sem þau fara sérstaklega í að reyna að ráða fatlaði vinnu. Þannig að gera það sýnilegt hvað fatlaðir eru góðir og tryggir starfsmenn, tala hversu mikilvægt það fyrir okkur öll að fá að vinna og fá að móta samfélagið eitthvað sem forseti getur sannarlega gert. En það þarf líka að klára að kannski setja smá þrýsting á stjórnvöldum að klára að tryggja réttindi fatlaðs fólks í lögum. Það mikilvægt líka, en ég held jafnvel að sé enn mikilvægt að tala þetta og vekja máls á því, en lögin þurfa líka að vera rétt. Þetta eru mannréttindi fyrir okkur öll. Eru upplýsingar þig á auðskildu máli? Ég vona það. Hallatómasdóttir.is vefsíða og við reynum að hafa ekki langt mál, heldur stutt og skýrt mál og skýran texta og báðum sérstaklega að hanna viðmótið svo auðvelt sé fyrir alla. Og ég hef reynt að gera stutt myndbönd líka með texta og deila því á samfélagsmiðlum og reyna að hafa ekki of mikinn texta og sína líka myndir því að það skiptir líka máli fyrir fólk að sjá. Það geta ekki allir lesið, það skilji ekki allir íslensku, þannig að við reynum eins og við getum að hafa okkar vef og efni aðgengilegt. En ef við erum ekki að gera það vel, látið okkur vita og við reynum að gera betur. Við gerum það. Herðu, þá eru spurningarnar bara búnar. Þú að segja eitthvað meira, Gísli? Já. Takk. Takk fyrir, Gísli, það var virkilega gaman að tala við þig. Þú ert mjög góður í að taka viðtöl. Já. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir mig. Sömuleiðis, takk fyrir okkur.